Menn eru farnir að leyfa sér að brosa hérna KR-heimilinu? Já, ég held að sé nú alveg ástæða til þess. Þetta svona búið að vera flottur hérna fyrir hluti tímabilsins og nú koma jólin hann að maður geta aðeins léttur að slaka. Hérna, hvaða þættir eru þetta sem eru hérna baki, þessum góða árangri? Það er gríðarlega samheldinn, þéttur og góður hópur, hvort sem það eru leikmenn, þjálfarar, aðstoðarþjálfari, liðsstjóri, sjúkraþjálfari, stjórn og aðdáendur. Þetta er bara virkilega góður kjarni af fólki hérna sem er með sameiginleg markmið og eru tilbúin að leggja á sig til að ná þeim markmiðum. Þið Skúli virðist vera vel saman, hann er aðstoðarþjálfari hjá þér. Hvert er hans hlutverk, geturðu sagt eitthvað það? Skúli sér að leikreina hjá okkur í leik og utan vallar. Hann sér vídeoklippur og slíkt og inni á leiknum sjálfum er hann að skoða ýmsa hluti sem ég bið hann og búinn að standa sig gríðarlega vel í vetur. Þessi leikur, bjóstu við Haukunum sterkari? Nei, mér fannst þeir bara virkilega erfiðir. Það stóð þessu og þetta var bara járn stál í stál mestmegnaða leiknum. Við náðum hann ágætis sprett í svona seinni hlutana og þriðja leikhluta. Misstum hann niður aftur í 12 stig milli leikhlutana en byrjum svo fjórða leiknum virkilega sterkt og mennum var að koma frískir inn á bekknum og komum með kraft alltaf inn og við erum með fína breytt sem og hún skila sér kvöld. Hvað ertu búin að spila mörgum mönnum í vetur og ert að gera svona þetta góða róli? Við hefum verið svona kringum 8-9, eitthvað svoleiðis. 8-9 og við erum með unga stráka sem eru tilbúin svona komin þegar tækifæri gefst. Þeir eru búin að standa sig virkilega vel á æfingum og eiga helling skilið í þessum árangri hingað til en ég meina mótið bara hálfnaða þannig að við erum alveg pollróleg. Magni búinn að vera í formi bara frá upphafi hérna. Hann er smá svona eins og þessi smá endurnýjaður kroppurinn þar. Já, Magni bara í dúndurstandi og hann er á fullu í löggunni og ég vorki nú bara mönnum sem lenda í honum en hérna hann er bara búinn að koma virkilega flottur inn og falli vel inn á hópinn en það þekkir alla hér gáður einhverju upplæði þannig að það var virkilega gott. Svo seinni hlutinn framundan, hverjir eru helstu andstæðingarnir? Ef þú ættir að nefna eitthvað eitt lið? Þannig að þú lítur á töfluna þá erum við bara 2 stigum undan Keflavík þannig að það er ekki tækifæri til að slaka á þannig séð. Við tökum nokkra daga núna og ráðum okkur, förum við málun og skoðum hennan fyrir hluta. Það er margt sem við getum gert betur og við getum ekkert vera að styrst niður og sagt okkur við eitthvað sem við erum búin að gera hérna í dag. Við þurfum að halda áfram og finna leið til að bæta ykkur, vinna í okkar leik og það er fullt af hlutu sem ég finnst við geta gert betur.